Fólk verður að taka lýðræðið til sín, tala saman og öðlast von, segir forsprakki borgarafundanna í Iðnó. Skipuleggjandi mótmæla á Austurvelli segir kröfuna skýra að stjórnvöld axli ábyrgð. Mikil reiði og vantraust í garð stjórnvalda ríkir á Íslandi, segja forsprakkar mótmæla og borgarafundar í miðbænum undanfarnar helgar. Krafan að stjórnvöld og seðlabankastjórnin segja af sér og stokkað verði upp í kerfinu. Þetta segir Hörður Torfason, skipuleggjandi mótmælanna á Austurvelli undanfarnar helgar. Hann segir mikilvægt að halda stjórnmálaöflum og hagsmunahópum utan við mótmæli. Mér finnst það mikilvægast af öllu að þetta óháður pallur og ég hef verið mjög grimmur gagnvart fólki sem hefur komið og ætlað sér stjórnmálafólk og hagsmunasamtök að leggja þennan ræðupall undir sig. Þau fá það ekki. Hörður segir að aukinn fjöldi þeirra sem mæti beri vitni óánægju með ástandið. Lítill hópur var með ólæti á laugardaginn. Hörður leggur áherslu á að mótmælin verði friðsöm. Ég hef reynt að hafa samband við þessa hópa sem vilja hafa hátt og ég vil endilega að þeir séu með, en að þeir nýti sína krafta á annan hátt en að kveikja í púðutunnunni því að þetta mjög viðkvæmt. Og þeir verða að hafa í huga að það sem þeir skemma, þá þurfum við að borga það. Undanfarnar helgar hafa einnig verið haldnir borgarafundir í Iðnó. Þar hafa verið kallaðir til ýmsir sérfræðingar og stjórnmálamenn hafa svarað spurningum. Ekki bara einfaldasta leiðin alltaf að fólk tali saman? Það var kannski það sem við lögðum upp með. Og síðan þetta hófst allt saman, síðan að neyðarlögin voru sett, þá hefur farið af stað mikil þögn frá ráðamönnum. Það alveg sama hversu mikið þeir segjast halda blaðamannafundi eða senda frá sér tilkynningar á heimasíðum ráðuneyta að það ekki verið að tala beint til almennings. Og ég upplifi Ísland og Íslands samfélagi í mikilli krísu og það mjög mikill og djúpur ótti allstaðar og þessi ótti þarf einhvers staðar að annarkvort að fá út þessu jákvæðan en eitthvað hátt. Heldur að þessi kraftur sem hérna og þessi hópur sem stendur að þessari skipulagningu eða þeir sem að hingað koma á þessa fundi, heldur að þeir finni á sér þörf til þess að mynda jafnvel stjórnmálabandalag? Það nú ekki endilega stefnan, en hins vegar alveg klart mál að með því að opna svona umræðuna, með því að búa til svona plattform fyrir bara almennan borgara, að þá allavega ýtum við undir það að fólk þori að taka afstöðu og fólk þori kannski að láta til sín taka.